Þetta bara vondar spurningar. Fjölmiðlakona, sjónvarpskokkur, samfélagsmiðla stjarna og miklu meira til. Eva Laufey, velkomin í Burning Questions. Takk fyrir. Hvernig líst þér á þetta? Sko, ég veit ekki alveg hvað ég búin að koma mér út í, en ég er mjög spennt. Ég fílaði að þú svaraði bara strax og varst mega til. Já, ég var til. Það er minn vandi, ég segi bara já við allir og svo bara veit ég ekkert hvað ég er búin að koma mér í. Þú sagði þetta, oh my god, en ok, go for it. Já, það er hvort þau fókið í flest. Nákvæmlega, gerist bara sem gerist. Já. Fyrsta spurning er, hvað er það skrítnasta sem þú hefur gert til þess að eignast pening? Skrítnasta? Þetta kemur ekki vel út fyrir mig. Sko, ég stundaði það alveg grimmt þegar ég var yngri að halda tombólur. Ok. Og til styrktar þá valdi mér eitthvað svona málefni. Nema hvað? Þú tókst pening. Ég tók pening. Shit! Ekki alltaf. Þú gerðir alltaf, þú ert núna Þetta er hræðilegt. Þetta er ljótt. Þetta er svolítið ljótt. Og maður gerir þetta ekki. Þetta er sannlega að skrítnast. Já, vel gert það. Já, en þetta er ekki að eignast minn, þetta er að stela mér. Þetta er svolítið þannig, sko. Heyrðu, hvaða kvikmyndatitill lýsir ástarlífinu þínu best? Guð. Já, þessi er alltaf góð. Er fólk að pæla í þessu? Nei, í rauninni ekki. Nei, ég hef aldrei. Þetta er ógeðslega góð pæling. Hvað, gæði þetta pæling? Og nú að hugsa bara, hvað passar við okkur? Við erum með makanum í kvöldinu. Hvað mynd myndir þú velja? Sko, fyrsta myndir, það er alls ekki gott, sem mitt eftir í hug, er Napoleon Dynamite. Það er rosa skrítið. Það er ógeðslega skrítið, en sko ástæðan er að við horfðum alltaf á hana þegar við vorum að kynnast, En það er svona myndir sem við vorum alltaf að horfa á. Bara að horfa á. En þú veist, þetta er einu myndir sem þetta er í hug. Já, veistu það. Hvað er að gera? Spurning nr. 2. Heyrðu, hvað er leiðilegasta vinna sem þú hefur verið í? Leiðilegasta? Já. Ég held að það hafi verið að ég var að vinna á hóteli eitt sumar. Að þrífa herbergi og skipta rúmum og svona. Ég ætla að segja að það hafi verið leiðilegast. Þú ert ekki mikið fyrir þrifin? Ég er ekki mikið fyrir þrif. Ég er ekki mjög þrifin. Það er skrítið að margir séu mikið fyrir þrifin. Það er mjög skrítið, en þetta er líka, hvað var ég, 17 ára? Já. Og einhvern veginn, þú veist, það var bara með fótboltanum að vinna eitthvað smá. Það er eitthvað peningur. Já. Nákvæmlega. Hefurðu raðað þessum samstarfsaðilum frá þeim skemmtilegasta yfir í hann leiðilegasta? Ok. Já. Auðun Blöndal. Gummi Ben. Sigrún Ósk. Við skellti Sigga Hallana með. Já, það er Siggi líka yndislegur. Og þetta er hræðilega erfitt. En sko þau eru öll svo ógeðslega skemmtileg. Já. Ég ætla að setja Sigrún efst. Hún er bæði nágrannakona mín. Nákvæmlega. Og mér finnst hún ógeðslega skemmtileg. Svo er Gummi minn. Og svo er það Siggi minn. Já, þú hendir Audd undir lestina. Nei, Ég vil fíla ég að maður. Það er bara... Audd er leiðilegur. Nei, ég hef bara ekki unnið með honum inn í verkefni. Ég hef unnið með þeim öllum í verkefni. Þetta er sniðugt. Það er stutt í það þá? Það er stutt í það. Er það ekki það? Eiti, gerum við það. Heyrðu, hver er allra versti kokkur sem mætt hefur í ísskápastinn? Fyrir utan Gumma, Sko, Júlíana var mér finnst ljótt að velja samt, en vola var í fljót að segja þetta. En þú varst mjög fljót að segja þetta? Já, Júlíana var dálítið hún var mjög fyndin, en svo kom hún í annað sinn og var bara miklu betri. Og svo Hún hefur æft sig hann í milli. Hún hefur æft sig. En svo verði ég eiginlega, Jón Jónsson. Hann var rosa slæg, ég sá það. Sko, hann er rosa skemmtilegur, ótrúlega skemmtilegur. Og vildi meira bara hafa gaman. Nákvæmlega. En þetta, sem er líka gott, sko. Sem var skemmtilegt fyrir þáttinn. Mjög skemmtilegt, mjög gott fyrir þáttinn. En já. Við skulum velja hann. Heyrðu, raðaðu þessum keppendum úr Allir geta dansað season 1 frá þeim leiðilegast yfir í hann skemmtilegasta. Þetta er bara vondar spurningar. Þú ert með Jóhannu Guðrúnu, Já. Sölva Tryggva, Lóu Pind og Arna Grant. Ég ætla að velja Lóu. Ég unni með henni. Skemmtilegast. Ótrúlega skemmtileg. Og það er Lóa. Svo ætla ég að fara beint í hann Arnar. Og svo er það Sölvi. Og Jóhannu Guðrúnu. Nei, sko, Nei. Það kemur alltaf mikið óvart, þú ert að setja ykkur næst. Fyrir mér er þetta bara öll jafn skemmtileg, þetta er mjög ósanngjarnt. En ég fíla alveg að þú ert fljót að svara þessu spurningum, sko. En sko, já. Þú ert ekkert að hugsa. Ég er bara að segja nöfnið þeirra, ég veit ekkert hvað er að lenda. En hvað er það óleilegasta sem þú hefur gert?
Ég held ég sem með prúð. Já. Ég hef keyrt einstaka sinnum, kannski aðeins hraðar en ég mætti. Ekkert annað? Nei. Vá, þú ert mjög prúð. Bjóstu við einhverju? Allir hafa eitthvað svona eitthvað. Nei, er það? Já, flestir. En þú veist, margir hafa sagt líka bara óhraðarakstur, skilur. Já, ég held að það sé eina sem ég hef gert ólöglegt. En þú veist, þeir sem að segja eitthvað fyrir mér hafa eitthvað að fela, sko. Men svo kem ég fram hann að dýra viktum og bara með einhverja bombu. Nákvæmlega. Nei, fyrir utan það ég var stundum að hlaða niður músík, hérna, tónlist fyrir mörgum árum. Nákvæmlega. Það er ólöglegt. Já, mælum ekki með því. Nei, það er skemmtilegt. Ekki myndum og þáttum heldur. Það er aldrei neitt sagt það, skilur, veist það hvað? Já, það er mikilvægt, sko. Já, þú varst mikið að downloadaði rosa mikið. Já, rosa mikið að tónlist. Rosa, alveg bara, já, stæðið. Hefur einhvern veginn verið starstruck? Já. Yfir hverju? Sko, Selma Björns. Já, þú sátt Selma Björns við. Selma Björns. Þarna, að því ég er svo mikið Eurovision fan. Já, ok. Að Selma var bara mitt idol bara mjög lengi. Já. Og þú veist, hún er geggjuð. Hún er bara geggjuð. Hún er bara geggjuð. Það er komið að spurningum frá áhorfendum. Já. Og þá ætlar Er þetta hraðaspurningar? Þetta eru hraðaspurningar. Ok, ég ætla að koma mér í. Þetta eru hraðaspurningar. Mundirðu segja að gefa matreiðslubók í jólagjöf sé svo að segja manneskinu óbeint hún sé lélega elda? Nei. Ananas á pítsu? Já. Sprittari stólinn sem stendur rásaði? Já. Hver er helsti ókostu Gumma Ben? Góð. Finnst ég ekki alltaf skemmtileg? Ía eða Kári? Ía. Hver er skemmtilegasti þáttakandi í Ísskapastur í það upphafi? Hvað aftur? Með hvað keppendum? Með Loga og Sindra. Ertu rík? Bara já, nóg af því sem ég þarf. Hver er besta leiðin til þess að búa til eðlu? Eðlu, rjómaostur, salsa og bara mjög mikið af osti. Basic. Baka eða elda? Baka. Með hverjum heldur í Allir geta dansað? Eyva og Telmu. Hvernig er eiga mann sem borðar bara 25% af því sem hún býr til? Það er glatað. Hvað er versti veitingastaður sem hún farið á? Hvað er versti? Sérðu hvað ég er góð í þessu, ég er mjög lengi. Ég get ekki valið. Nei, versta uppskrift sem þú snöða blogginu þínu? Ég er alveg að fara yfir alltaf. Mér finnst það geggjum spurning. Þú veist, þú reynir alltaf ekki að setja þetta vondin og ég reyna ekki, ég alveg, ég held ekki. Nei. En þú veist, allir svona reyktur matur, það er ekki fyrir mig. Eins og hangikjöt og hamborgarhryggur og svona. Hvað borðar á jólum? Beef Wellington. Það er þetta geggjað. Það er mjög gott, sko. Hvað er áramótamaturinn? Það er kalkun. Það er tengdó. Já, næs. Þetta er mjög klassískt og gott. Gott að fara svona yfir þetta því þú ert síðasti gesturinn á árinu Burning Questions. Já! Bara þvílíkur heiður. Ótrúlega gaman að koma. Ég Takk kærlega fyrir að koma. pínu stressuð ef þú veist. Var þetta ekki að spila lagið? Jú, gaman að koma til því. Þetta voru Burning Questions.